Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarsinni frá Hæli. Sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Eitthvað gekk illa að ná í hann Andrés Gunnlaugsson, þjálfara Fjölnis í fyrstdeild kvenna. En eins og staðan í dag er Fjölnir í þriðja sæti í fyrstdeildinni með 22 stig, K.A. Þór og HK á toppnum með 23. Þetta er hrikalega jöfn deild, Lúþer. Ég held að bara fáir að við kannski reikna með að þetta yrði svona, því að þetta eins og þetta var að spilast í upphafi vetrarna, þá var alltaf bara Fjölnir bara spáð sigri og það áttu ekki neinn svona, manni fannst svona umræðin, það áttu ekki neinn svona önnur lið svona eitthvað möguleika gegn þeim. En það sem að kannski kemur mest á óvart að K.A. Þór sé komin bara, voru bara sátu einar á toppnum bara í síðustu viku. Já, nákvæmlega. En svona Jónin að bara gera frábæra hluti þar greinlega. En fyrir tímabilið, það innan handboltans, það var mikil svona rökrætt hvort þetta væri sniðugt að hafa tvær deildir eða ekki og svo framvegis. Hefðu þið fjölmiðlamenn myndað einhverja skoðun á þessu sem eru að fjalla alla þessa leiki í handbolta? Við vorum bara svona kannski labbandi svolítið á milli manna og spyrjandi þjálfara og leikmenn og svona fyrst þegar þetta kom þegar þessi umræða kom og þetta yrði bara jafnvel að veruleika, þegar maður sá að það var einhver alvara í þessu, þá fannst mér sjálfum svona andrúmsloftið vera neikvætt gagnvart þessu. Og þarna myndu liðin ekki ná að manna nógu skemmtilega deild að þeir bestu stelpunar í þessum kannski sterkustu liðin sem átt að vera í fyrstu deildinni myndu fara. Þarna voru mikið af stelpum sem að voru að berjast landslýsæti í yngri landsliðunum og U17 og 20 og þannig að maður sá ekkert svona, þú veist, að þær myndi kannski vilja spila í fyrstu deild, þær voru kannski hræddar við að þær er ekki hort á það þar en svo einhvern veginn var það ekki raunin að það eru bara mjög flottir leikmenn ennþá hjá liðunum sínum og þetta er bara held ég hafi sýnt sig að lokum að þetta var bara flott skref fyrir íslenskan kvennahandbolta. Já, nákvæmlega. Og það hefur nú sýnt sig að þetta er búið að vera hrikalega deild og svona skemmtileg. En ólísdeild kvenna, hún hefur ekkert verið svo sem síðri. Það er náttúrulega 2 lið núna svona að skara fram úr, en svo er aldrei að vita. Nei, mér finnst svona framliðið hafa verið svona kannski það eina liði sem að hefur eitthvað svona, við getum talað að skara fram úr. Þær voru bara taplausar lengi vel þar til að töpuðu bara í þar síðust umferð eitthvað móti IPVF og hafa töpuðu svo reyndar leikni sínum strax á eftir sem að kannski kemur óvart líka en klárlega með langbesta varnarliðið, flotta markvörslu, langbesta vörnina. Mér fannst kannski oft vanta kannski svona svolítið upp á svona sterkar sóknarleik hjá þeim. Kannski svona, þú veist, Hildur er kannski líka þarna að svona fá minna hlutur heldur en maður hélt hún þegar hún var að koma, þú veist, á staði fyrra og annað. En það er alltaf bætt við sér líka í það er að fá stelpu tilbaka og gott varnarlið hefur venjulega að það er gott hraðaupphlaupslið og Framarar hafa farið svolítið langt á vörninni og markvörslunni í vetur. Já, nákvæmlega. Og hefur bara gert það einu sterkast liði landsins. En við erum búin að fjalla svolítið mikið kvöld þessa Final Four helgi. Það var dregið í dag í bikarnum og ég verði bara að spyrja því sem handboltamann, fjölmiðlumann og allan pakkan. Hvernig leggst þetta í því svona bikakeppnin? Við byrja bara að kalla minn eins og við vorum búin að tala fyrir kvöld. Já. Ég get alveg sagt það alveg óhræddur að fyrir þennan drátt í dag þá langaði mig til að þetta myndi dragast þannig að við fengjum Haukar afturhelding í úrslit. Það að mínu mati hefði verið skemmtilegasti leikurinn, en eins og ég saði við viðmælandum mína áðan í þættinum, þetta eru, karlamegin, þetta eru allt
geggjaði leikir sem eru framöndan og úrslita leikur eru verið geggjaðar alveg sama hver fyrir í hann en sko FH Haukar, það verður gríðarlega skemmtileg stemming á bakvið Já, einmitt og eins og Ágúst var að segja okkur fyrsti alvöru úrslitaleikur á milli þessara félaga bara síðan 1950 eitthvað það er rétt sko en hérna ég var spenntur fyrir að sjá Haukar afturhelding sem að verður aldrei að því að þau mætast í undanúrslitum en ég held að það er svona mitt mat sterkasti leikurinn þar hefði verið það Kvennamegin, þar er Stjarnan Selfoss og Haukar Fram sem eiga stuð í undanúrslitum hvernig leggst það svona í þig? Það er náttúrulega erfitt tíðir reynda hérna núna á Suðurland FM að fara Já sko fyrst og fremst bara gaman að sjá Selfoss þarna þær hafa ekkert verið að toppa eða svoleiðis í vetur og ég held að það flesti viti það að staða liðsins í deildinni er miklu verri heldur en að var búist við og þetta eru vonbrigði að liðið sé statt þarna í deildinni fyrir áramót töluðu þau leikmenn sem ég talaði við og þjálfarar það líka að þetta væri vonbrigði og þau töluðu bara býtu, það er eftir áramót við höfum eftir að spila til loka tímabilsins og eftir áramót átt að koma þetta byssuskot í það og það átt að rjúka upp töfluna og það var ekkert endilega eitthvað sem sagði mér að það myndi ekki gerast en það hefur samt einhvern veginn ekki alveg gerst Basti kennir svolítið veikindum, meiðslum þær hafa verið að fara illa ráði sínu sóknarlega hann er nokkuð sáttu við varnarleikinn en færanýtingin ekki góð það er svona bara mér finnst bara hrikalega gaman að sjá þér í byggarnum og þarna þá kannski fá það líka svolítið tækifæri til þess að sína sig að þarna eru þær eins og kalla meina að spila bara við 4 efstu lið og já, þú veist, sjáum það bara þú veist, þá sér maður bara hvernig þetta lið kemur undan svona helgi því að þetta er allt öðruvís að spila svona helgi heldur en að skreppa yfir heiðina og spila í tíumhöllinni En hinn leikunum það er Haukar hérna Fram Haukalið, þetta er svolítið ólík þetta tól tapa móti til dæmis Selfoss og svo fleira en svo geta þær einhvern veginn á góðum degi unni allt og alla og eru samt í 3. sæti deildina með 16 stig þetta er svona ólík þetta tól, ég get ekki sagt annað það er bara mín skoðun það er hérna eru náttúrulega bara það verður nú kannski gaman að fá Selfoss Haukar í úrslita leika Laugardalshöllinni eftir öll átökin sem var á undan ég segi svona þetta, þú veist, klárlega væri það að því að þú veist, þessi umræða sem að var þarna á milli eitthvað kærumál það er, þú veist, þetta bara þetta, þú veist, þetta bara kryddaði svolítið svona umræðuna og þetta gerði þetta svona, við fengum svolítið svona skemmtilega vinkil inn á þetta öll svona umræði er bara svona skemmtilega líka nákvæmlega, einmitt en það verður allan gaman að fylgjast með þetta er þar næstu helgi og þessi helgi þetta er, má segja það ekki svona ein mest uppteknasta helgi þín Jú, það er þétt spila það er ekki bara meistaraflokkanir það er yngirflokkanir líka já, það koma yngirflokkanir inn í þetta og mér finnst alltaf svolítið stemming sko, það er full höll og það er spilað á landslýsdúknum og hérna, þú veist þetta er bara, þú veist ef að leikmenn í meistaraflokki liðana er að bíða eftir því að komast á dúkina það í þessari höll hvað mega þá sko yngri leikmennir segja sem eru í yngri flokkunum sko, þú veist, þeir fara að missa svefnbráðum sko. Já, einmitt, það er bara þannig. Sigurður Lúther, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma, það er fylgst með öllum handbolta inn á 51.is, því miður náðu ekki samband við Andrés Gunnlaugsson. Nei, ég talaði við hann í dag og hérna. Það var einhver hasari dómara. Já, við ætlum sko, hann hefur náttúrulega bara verið þannig líka, hann er búin að vera mjög líflegur á línunni, hann hefur komið í viðtölu okkur í vetur og hann er ófeiminn að segja bara hvað honum finnst að í dómaramálum og ég talaði við hann í dag og hann lofaði mér að ræða þessi mál í kvöld en eitthvað hefur komið upp, það getur alltaf komið eitthvað upp á hjá mönnum þannig að hérna við fengum bara tala við hans
Já, ég viljum ekki fara að henda okkur í dómaraumræðu hérna því ég veit að þú ert í góðum samskiptum við dómara, eða ekki? Þó að þú sért að fjalla bara og taka leikmenn, þá það ekki mikið. Ég bara getur alveg verið hreinskilinn á það. Ég bara hef ekki nógu mikla þekkingu á dómgæslu til þess að bara að tjá mig hana hvort þeir eru góðir að slæmir, en minnst bara líka gaman. Við erum með alþjóðadómara sem eru að riðja sitt rúms erlendis og þar eru þeir að standa sig gríðarlega vel. Já, nákvæmlega. Sigur Lúther Geirsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og öll viðtöl og handboltaviðtöl, þau koma í mittinu á 5-1 á morgun, ekki? Já, bara að klippa þetta til og setja þetta eru skemmtileg viðtöl. Bestu þakki. Kærlega fyrir mig, gestur. Blessaður. Já, sportátturinn heldur samt sem aður áfram göngu sína. Við verum hérna til 11 í kvöld. Næsti viðmælandi minn er Eiríkur Vilhelm Sigurðsson, en hann er einn af þeim sem eru á bakvið hérna nýju keppni sem er einmitt haldin annað kvöld. Önnur umferð Suðurlandsdeildin er haldin núna, en í síðasta þætti var hann Vigni Sigurgeirs frá Hemlu að kynna okkur þetta allt saman og það er mikið framöndan. Það er líka einni úrslitadeildin er að hefjast núna. Ég held að fyrsta umferðin í úrslitadeildinni sé haldin á föstudaginn, þannig að hellingu framöndan, en við ætlum næst að fara í Suðurlandsdeildina og þetta er nýjung sem er núna framöndan. Það er parfimi, þar sem að atvinnuknappinn og áhugamæðurinn eru sett saman og gaman að fræðast meira þetta hér innan skamms. Eiríkur Vilhelm Sigurðsson, einn af mótsöldurum hér á línunni innan skamms, farið ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Óskalögin þín á Suðurland FM.